Sæl og velkomin í þessa yfirferð. Í dag ætlum að skoða leksíu 2, an, það og að benda á hluti. Við ætlum sem sagt að kafa ofan í eitthvað sem hljómar kannski í fljótu bragði eins og algjört hversdagslegt smáatriði, en raunin sú að þetta algjör grunnur að því hvernig enska byggð upp. Við erum að tala litlu orðin, þessi örsmáu byggingarefni tungumálsins sem hreinlega stráum yfir allar setningar, eiginlega alveg án þess að hugsa okkur Við skulum brjóta þetta aðeins niður í dag til að sjá nákvæmlega hvernig þessi agnarsmáu orð stjórna risastórum hlutum í samskiptum okkar. Svo pælum aðeins í þessu, hvernig geta örfáir stafir eða bara eitt lítið orð ráðið því hvort við erum að tala einhverja óhlutbundna handaáskenda hugmynd út í geimi eða raunverulegan hlut sem við erum bókstaflega að halda á í hendinni akkurat núna. Það nefnilega nákvæmlega það sem þessi smáorð gera. Þau eru svolítið eins og linsa á myndavél. Þau stilla fókusinn á veruleikan í kringum okkur. Þetta snýst ekki bara einhverja þurra málfræði, heldur það hvernig við deilum heiminum okkar með öðru fólki í getum tungumálið. Ok, vindum okkur beitt í þetta. Hér reglan 1. Byrjum á a og an, sem svona fyrsti stóri byggingarkubburinn. Hvað erum við nákvæmlega að tala hér? Jú, orðin a og n stíga inn á sverið þegar við erum að kynna nýjan, óskilgreindan hlut til leiks í samtalinu. Og það skiptir engu máli hvaða hlutur það hann ekkert sérstakur. Það hreinlega grundvallarregla í enskunni að láta hlustandan vita hvenær eitthvað stætt, bara hvað sem hefur verið kynnt til sögunar. Hugsum þetta svolítið sem upphafspunkt, við erum að draga hlut upp úr hatti áður við ákveðum svo að skoða nánar. En vitið hvað virkilega magnaði þarna? Þessi regla stjórnast alfarið af hljóðvist, ekki bara einhverjum duttlungum. Þegar orð byrja á opnum sérhljóðum, eins og a, e, i, o eða u, þá flæðir tungumálið einfaldlega svo miklu betur ef við notum an. Prófum þetta saman. Ef við segjum a-apple, þá stoppum við eiginlega í miðju orði. Sérhljóðin rekast á hvort annað. En an apple, an egg, an idea. Finnið þið hvernig þetta bara rennur ljúflega? Þarna sjáum við hvernig vélfræði raddbandsins gerir hlutina svo miklu auðveldari. Þetta snilldin á bakvið þessa reglu. Færum okkur þá yfir á næsta stig, nákvæmni með the. Við erum að fara frá einhverjum hlut yfir í ákveðin hlut. Mannlífið snýst nefnilega sjaldnast bara tilviljanir, það nokkuð? Stundum þurfum við að geta verið hár nákvæm. Hér skiptir tungumálið hreinlega gír og þetta stóra, mikilvæga orð mætir á svæðið. Við notum the þegar, og athugið vel þetta lykilorð, við vitum nákvæmlega hvaða hlutir átt við. Við notum það eins og brú gagnkvæms skilnings. Þegar við segjum the, vitum við að allir sem taka þátt í samtalinu eru að sjá fyrir sér nákvæmlega sama hlutin. Það ekki lengur hvaða bók sem þetta bókin. Það komin upp sameiginleg sín á veruleikan okkar. Og sjáuði hvernig þetta spila sig út í stuttri sögu. Skref 1. I see a cat. Ok, dúlafullur köttur mætir á svæði. Hann var ekki þar áður. Þetta getur verið algjörlega hvaða köttur sem út á götu. En svo kemur skref 2. The cat is black. Búm! Þarna breytist þessi köttur úr ókunnugri stærð í sameinlegan ákveðin veruleika hjá okkur öllum. Töfrarnir gerast algjörlega í þessari litlu umbreytingu frá a yfir í the. Sem leiðir okkur að málfræði rýmisins og það eiginlega dálítið brosslegt ef út í það pælt. Tungumálið ekki bara til að lýsa hugmyndum, það hefur alveg sérstakar reglur og orð sem eru hönnuð eingöngu svo við getum bent á hluti í efnisheiminum. Já, málfræðin veitur okkur hreinlega leiðarvísi fyrir það hvernig við beinum fingrunum okkar út í loftið og siglum í gegnum umhverfið okkar. Svo, hvernig veljum við rétta bendiorðið? Þetta veltur á tvennu. Við þurfum í rauninni að leysa 2 lítir stærðfræðidæmi í kollinum á okkur áður við opnum munnin. 1. Hluturinn nálægt eða langt í burtu? Við þurfum sérstaklega að meta fjarlægðina. Og 2. Erum við að tala einn stakan hlut eða marga hluti? Niðurstaðan úr þessum 2 spurningum ræður því nákvæmlega hvaða orð við veljum. Allt þetta smíða svo þetta frábæra, einfalda fylki. Við skulum ganga í gegnum þetta. Ef við erum með eitt epli beint í lofanum, eða alveg við hliðina okkur, þá smellur á því This is an apple. En ef við erum að horfa á þetta sama staka epli hinum megin í herbygginu, þá breytist það í That is an apple. Hvað svo ef þú eru fleiri? Ef við erum með fulla körfa eplum beint fyrir framan okkur, segjum við These are apples. En ef þessi sama karfa setur langt í burtu á öðru borði, jú, mikið rétt, Those are apples. Þetta snýst bókstaflega bara líkamlega nálægð og fjölda. Jæja, þá komið að loka samantektin okkar. Við höfum farið yfir talsvert magna reglum núna sem hver sig stýrir samskiptum.
Drögum þetta nú allt saman og bræðum þessa byggingarkubba í eina heilstæða mynd. Hér erum við komin með hið endanlega svindlablað. Þetta er kjarnin eimaður niður. Þegar við bendum að eitthvað í hendina á okkur, this is a. Þegar augun beinast í eitthvað langt í burtu, that is a. Og svo að lokum, þegar gagvæmur skilningur hefur skapast og allir vita nákvæmlega hvað er til umræðu, þá neglum við það með the. Þetta eru seinlega verkfærin okkar til að sigla umhverfið okkar í gegnum tungumálið. Og þetta leiðir okkur að lokapunktunum, spurningin sem við sitjum eftir með hvernig mun þetta breyta því hvernig við vörsum heiminn okkar. Næst þegar þið hlustið á fólk tala saman, endilega taka eftir því hvernig þessir agnarsmáa tungumálakubbar eru stöðugt að byggja, fínstilla og endurmóta veruleikar sem við deilum. Að ná fullkomnum tökum á þessu er ekki bara eitthvað skólabókaratriði, þetta er listin að stýra athyglinni nákvæmlega þangað sem við viljum, hvort sem það er að hluti í hendinni á okkur eða fjarlægri stjörnu uppi á himni. Takk kærlega fyrir að fylgjast með þessari yfirferð. Takk fyrir að horfa. Haltu áfram að læra með Slowingo.